Og byrja að skrifa reglu Pýþagórasar. Regla Pýþagórasar. Hver kann hana? Ekki nóg að segja. Það að segja meira. Hvað gefið í reglu Pýþagórasar? Það eitthvað ef fyrst, eða látum eitthvað vera gefið. Það verður að segja það. Hvaða form gildir regla Pýþagórasar? Það gildir þríhyrningar sem eru, já, við verðum að hafa hann til að mega nota regluna. Látum, hvað að segja, A, B og C vera hliðar hann verður með réttinni, í rétthyrndum, þríhyrningi, og það er venja að láta hvað vera lengsta hliðina. C. Lengsta hliðin. Þá er þetta myndin sem við höfum hjá fyrir augunum. Hér er rétt á hornum. Það er stórt C. Þetta er hornpunktur C og hér er lengdin C. Þetta er hornpunktur A, þá er þetta lengdin A og þetta er hornpunktur B, þá er þetta lengdin B. Nú megum við segja það. Það er ef og þá. Þá er sambandið að þessi skamhlið í örveldi pluss hinn skamhliðin sem stendur þvert á hann í örveldi, þá er þetta séð. En forngrikkir notuðu þetta, því voru að það hérna forn-Egyptar, þeir sögðu ef A í öðru pluss B í öðru passar akkurat við það að vera séð í öðru, þá er hann réttur, þríhyrningur. Þá snýr maður ef og þá við og segir, látum A, stóra B, stóra C vera hornpunkta þríhyrnings. Man segir ekki að það sé réttindur. Látum það bara vera hornpunkta þríhyrnings. Og hliðarnar eru A, B og C er lengsta hliðin. Öfugt. Það er reglið. Pýþagórasar. Og við erum með þríhyrning. Og í það teikna hann svolítið skakkan, viljandi. En við erum bara með ykkur hlið. Og hér erum við A, hérna erum við B og hérna erum við C. Ef A í öðru pluss B í öðru er jafnt á C í öðru. Þá er, ef segja C sé lengst. Þá er hornið B, C, A líkindi. Sem sagt og þið sjáu það í hverinum Evklíð, hvernig fornleikjum þetta gerðu þetta. Þau voru með hnúta, þau voru bara með, gerðu jafnbílakvarða með hnútum, bundu bara reipi og svo töldu þeir út. En við þurfum nefnilega báðar þessar reglur. Þannig að skiptir ekki máli að það sem þetta snýst hvort við vitum að A í öðru pluss B í öðru jafnt á C í öðru, ef þetta er þríhyrningur, þá er hornið 90 gráður. Ef við erum með þríhyrning og við vitum að hornið 90 gráður eitt þeirra, þá gildir þetta líka. Þannig að þetta er jafngildar reglur. Fínt er. Þá erum við alveg að komast í þetta sem við þurfum. Nú ætlum við nefnilega að smíða okkur það sem er kallað depilfeldi og við ætlum líka að smíða okkur það sem heitir krossfeldi í tvíhyrning. Við skulum fyrst byrja á því að hugsa depilfeldi og hvernig það verður til. Depilfeldi? Feldi, það er til depilfeldi og krossfeldi og svo æfum við okkur í þessu linnu. Ég vil kannski kalla þetta bara ákveð. Depilfeldi og ákveð. Já. Já, einfeldi er almenn. Það er almenna. Depilfeldi er akkúrat ein tegund af margföldun vígra. Ein tegund af vígra margföldun. Hvað er enska heitið á þessu? Dot product. Determinants. Við notum nefnilega þetta til þess að mæna flatarmál Íslands.
Það verður verkefni í einhverju vetur, loka verkefni í matta. Fáum gögn frá Landmælingum Íslands sem búið að setja strandlengju Íslands í punkta, bara gefa okkur hnit, GPS og þeir ætla að reikna út flatarmál Íslands. Við erum að undirbúa okkur fyrir að geta gert svona hluti í matla. Fleiri milljón punkta, þannig að fyrst viljum við sjá af hverju það verður eitthvað til sem heitir depurðfeldi. Depurðfeldi og ákveður, það hjálpa okkur til að fá meira út úr reglu Pýþagórasar á góðsum sem sýnir. Og nú skulum við aftur vera með punktinn A, sem er bara BSI hérna, staðsetjum þá. Þetta hérna er nefnilega mjög spennandi að bara segja ákveða. Hún gerur okkur kleift að reikna þetta flatarmál, alveg saman hvernig við þurfum ekki lengur hæðið en eitt. Ákveðan gerur okkur kleift að reikna þetta flatarmál fyrir hvaða þrýting sem vera skal, ef við bara vitum hnitið. B1, B2 og þetta er A1 og A2. Eigum við ekki að byrja á flatarmál? Þess að ef ég segði við ykkur að þetta væri punkturinn, að segja þennan tölur, þá bara hafa það hér. Þegar við segja allir með þess að B1 sé 5 og allir hvað það er 5 til hægri og hvað er þá B2? 3. Aðeins að lengja. Hvað myndum við hafa A1? 2. Og hvað fyrir hann hátu? 4. Sko. Þetta eru nægar upplýsingar til þess að reikna flatarmál þýðings. Það þýðir það að ef við höfum bara hornpunkta almennt, hann er G, hann er alltaf bara 0,0. 0 punktinn? Já, sko, ég skil hvað við. En sko við byrjum smíðina alltaf þannig að þetta séu, við getum hugsað þessu 2 stöðugra. Það má færa í rauninu. Seinna færum, en fyrst byrjum við svona. Auðvitað viljum við geta að byrja hvað sem er. Fyrst byrjum svona. Ef þið ætlið að reikna út flatarmál á hefðbundinn hátt, með að reikna grunnlínur sem hæð, þá er það svolítið snúið, ekki? Þá þurfum við að reikna, fyrst hvað er þetta hérna langt? Við kunnum það svo sem alveg. Við vorum að reikna svoleiðis dæmi á það. Við vitum svo sem alveg hvað hann er langur, hann er 25 pluss 9, sem er 34, og svo rótin af því. Þannig við fáum óræða tölu og töpum nákvæmni aukastöðum. Svo er erfiðar að finna út hvað þetta hér er. Hæðin. Við þurfum að reikna grunnlínar sem hæð. Við sjáum fyrir okkur þetta svo til vinnu. Flatarmálið er, hvað er það að segja? Það er, ég ætla að segja að flatarmálið sé 7. Er áttu gott sér rétt? Ég misti ekki neina, ég tapaði engum aukastöðum. Formúlan sem við ætlum að búa til er svona. Flatarmál þríhyrningsins, þetta segjum bara OBA, við getið að reikna vitlaust. En flatarmál þríhyrningsins er táknað svona, þá setjum við liðina í vigur, segjum bara við setjum A1, A2 hér og B1 og B2 hér og svo kemur reglan sem við ætlum búa til. Við ætlum að margfalda þessi 2 tölur saman og þessar hérna 2 tölur saman og reikna út mismuninn. Og helmingurinn af því er flatarmál hringsins. Það er línar sem það er deilt með til. Við skulum bara setja einn tölur. Það er til. Det, fyrir determín stytting. Þess að formúlan er svona, nú skilgreinist ákveðan af því sem ég skrifa næst, það er hálfur, svo ég að reikna svona, það er það sem við ætlum að búa til. Þessi sem er þessi, A1, B2, A1, B2, mínus A2, B1, A2, B1. Og setjum tölurnar. Hálfur, hvað er A1? Já, það er 2. Hvað er B2? Það er 3. A2. 4. B1. 5. Ef við viljum þetta sem flatarmál, þá tökum við tölugítar niðurstöðu. Hugmyndin er svo að þetta er 8 flatarmál. Það er svipað með tölur. Hægra megin við 0 erum við með plústölur og vinstra megin við 0 erum mínustölur. Við getum líka hugsað svo kallar 8 flatarmál. Það er jákvætt flatarmál og neikvætt flatarmál þurfum að reikna, þá þurfum stundum að bæta ykkur við og stundum að draga frá. Klippa út, bæta við. Þannig að ef við ætlum að hugsa þetta sem flatarmál, þá erum við að taka tölugildi af öllu saman.
tölugildi hér. Er búin að reikna þetta út? Þurfum alltaf að merkja tölugildi. Merkja það inn? Það er nóg að gera að vinstra með þér. Nei, þú voru að halda þig. Þú voru að halda þig við. Það er að gera þetta með. Já, við gætum líka gert þetta svona. Við gætum líka gert þetta svona að við reiknum bara svo kallar ákveðum. Og ef hún er mínustala sem kemur út, þá segir það hendur mínustum. Þá segir þú bara það, þá er að flatamál. Þú skilur það með tölugildinu sögulega þar ára kúrsana. Já, flatamál er jákvæðsdags. Við erum að reikna þetta út. Þetta er 6 mínus 20. Það er 14. Deilt með 2. Já, við erum með mínus 14 deilt með 2, útkoman er mínus 7, svo tökum við tölugildi. Þessi þríhyrningar hjá flatamál er 7. Þetta er nefnilega galdra. Svo tekna annan þríhyrning, þeir eru tilbúin. Blað og penna, þá sem er fyrstur, þá með ég að jeppa minn. Jeppa fyrir utan hjá mig sem þarf að fara sér upp á haugan. Það geta þetta til taka. Svo, hérna er dæmi, og þetta er keppni. Það sem er fyrstur, þá með ég að jeppa. Finnið, við fyrir bara að nota formúluna, flatarmál þríhyrnings með horn, punkta og alveg svo að benda á að til að byrja með þá látum við eitt horn í þínum alltaf vera í O. Og þið skrifa O þá í alltaf við 0,0. A. Þetta er búinn. Og B, jafnt og ég ætla ekki að skrifa síðust töluna, ég ætla fyrst að teikna. Þannig að sko, við ætlum að fara að teikna hennan reikna á flatamál þessa hérna þríhyrnings. Það er 0,0 og 1 til vinstri og 3. Þetta er A, þetta er O, þannig að þetta er ein lengdin. Það er fínt að hafa B, ég veist að hérna. Svona. Hvað var að segja? Hvað segir handboltamenn þetta? Hvaða punktur er þetta? Hvaða punktur er B? 4-4. Byrja. Hver er fyrstur? Hvað er flatamál þríhyrningsins? Þurfið ekki að jeppa hana með bíl. 8. Já. Fyrsta svar, 8. Þau eru að stoppa. Það er matkvæmt sér rétt. En hvað er þetta? Nú er eiga bílum minn. Allt í lagi. Við höfum reiknað flatamál þríhyrningsins og AB og við höfum að segja hálfur. Þetta er 4. Það er 4. Svo þurfum við að skrifa det. Og setjum við tölurnar, það er 4 og 4, setjum bara B á undan. Og fyrir að setja stöðu vígulpunktsins B, segi það, setjum stöðu vígulpunktsins B. Svo setjum ég í hægri tátt, þá setjum ég stöðu vígulpunktsins A. Já. Þetta ekki gera tölugildi. Tölugildi? Jó. Það þarf ekkert að gera það þegar maður. Þú getur náttúrulega bara sleppt í að skrifa tölugildi og bara reikna út einhverja tölu. Ef þetta er mínustala, þá hendur mínus. Þú bara þetta að segja frá. Þetta er nú svolítið fallegt tölugildi, þetta er svona eins og girðingastöðrar. Reiknum, það er hálfur og hvernig ég var að gera þetta? 3 og 4 eru 12. Skrifum fyrst formúlurnar. Habba. 3 og 4 eru. Svo er mínus í formúlunni. Og svo 4 sinnum mínus 1. Svona. Þá fáum við tölur. Hálfur. Það er 12 pluss 4. 16. Stætt með 2. 8. Sko, hvernig býr það? Hvort björsti? Eða skipta? Já. Nei, þetta var flott. Það er ekki með fínt. En þið sjáu hvað þetta er öflug formúla. Og klukkan er 13:48. Þá eigum við að taka smá pásu. Nei, það ekki. Það er sem að búa hana til.
Og það er aðeins eitt sem við þurfum að komast að. Aðeins eitt sem við þurfum að komast að. Og það er það sem hún er aðalega notuð í stærðfræði, fyrir utan náttúrulega þessa hagnýtingu. Við þurfum að komast að því, hún er þannig, að hún gefur okkur beint hvort einhverjum tveir vigrar hafa sömu stefnu. Stundum viljum við bara vita hvort að tveir vigrar hafa sömu stefnu. Og ef við tökum ákveðu af tveimur vigrum sem hafa sömu stefnu, hvernig verður þríhyrningunum sem þið mynda? Það verður flatarmál þríhyrnings af tveimur vigrum sem að liggja hvor ofan í hinum. Já, það er engin flöt. Það er það sem þessi formúla gefur okkur, að við höfum hér tvo vigra, A, og við getum togað í A með því margfalda með einhverju tölu, eins og við erum að gera í MATLAB núna. Við erum með einhverja vigra og svo getum við skala til vigrana með því margfalda með einhverju tölu S. Eru þessi vigrar ekki samsíða eins og sagt? Þegar við bara teiknum það upp, segjum að þetta sé A. Ef S er til dæmis 2, þá er þetta 2A. Nema hvað að þeir eru samsíða, það er það sem við ákveðum. Kannski gerum við það bara 2, svo allir sem við reynum þar átt við. Þetta er 2A. Ok, hvað er flatarmál? Hvað er flatarmál þríhyrningsins sem að þessir vigrar spanna? Þeir búa ekki til með þríhyrning, einmitt. En við þurfum að reikna það. Og nú skulum við bara gera svona det. Og setjum við þetta sem dagvigur, fyrri vigur og seinni vigur. Við verðum að reikna. Það verður að koma út nú. Ég deili ekki með 2. Af því að það kemur út 0 og 0 deilt með 2. Það er nóg fyrir mig að sýna nefnarinn, fyrirgefið teljarinnar. Hvernig á að gera þetta? Þetta er ákveðan af A1, A2. Þegar ég hef ekki neina tölur, þá var ég að reikna það sem ég kallar algebra-hist. Og þessi verður þá 2A1 sinnum 2A2. Það gefur krossin mér. Og að reikna krossin, það er þessi hérna sinnum þessi. Þetta er 2A2 sinnum A1. Sammála þessu. Skrifum við það. Þetta er 2A2 sinnum A1. Og tökum við hina horna línuna. 2A1 mínus A2. Mínus fyrirgefið, mínus 2 sinnum A1 sinnum A2. Er það 0? Þetta er bara tölur. Er það 0 eða er þetta ekki 0? Margföldun er víxli, þannig að A1 sinnum A2 er sama á A2 sinnum A1 og þar með þetta 0. Þetta er sama stærð. Þannig að það sem að þessi tala að taka ákveð á tveimur vigrum og út kemur 0 gefur okkur strax þessa kennitölu eru samsíða. Og ákveða eða determinant á útlensku tengist sínus. Depilfeldið, ef við depilföldum, við þurfum að búa það til líka, ef við depilföldum saman, sumir eru vanlega að segja kannski innföldum, við tökum depilfeldið tveggja vigra sem eru innbyrðis hotréttir og út kemur 0, þá eru þeir innbyrðis tvöstæð, annar er hotréttur á hinn. Og þannig það gefa okkur tölur sem segja til það, er þessi tveir innbyrðis hotréttir eða líka það saman. Og það er akkur það sem við höfum áhuga á. Við viljum geta búið til vinkla. Er einhverjar 2 línur samsíða, þá getum við búið til stefnuviðræður. Er einhverjar 2 línur innbyrðis hotréttar, þá getum við skoðað stefnuviðræður. Og þá fáum við bara eins og satt eða ósatt. 0 eða ekki 0. Þá tökum við okkur smá pásu.